534. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn að Tjarnargötu 12 klukkan 17 þann 19. desember 2017. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Daði Páll Viðarsson, Alexander Ragnarsson, Kristín Jakobsson, Árni Sigfússon, Ingigerður Sæmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartansinni. Það eru 7 mál á dagskrá fundarins en þau eru fundargerð bæjarráðs frá 7. og 14. desember, nr. 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 12. desember, nr. 3 fundargerð fræðsluráðs frá 24. nóvember, nr. 4 fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 5. desember, nr. 5 fundargerð velferðarráðs frá 6. desember, fundargerð barnaverndarnefndar 11. desember, fundargerð nr. 7 fundargerð menningarráðs frá 14. desember. En áður en ég gef orðið laust fundargerð bæjarráðs frá 7. og 14. desember, þá ætla ég að leggja hér fram 2 bókanir sem allir bæjarfulltrúar hafa undirritað. Annars vegar bókun vegna framkominna fjárlaga ársins 2018 og hins vegar aðgerðir gegn einelti, kynbundinni og kynferðislegri áreitni. Bókun lögð fram á bæjarstjórnarfundi 19. desember 2017. Reykjanesbær stendur frammi fyrir miklum áskorunum við að tryggja þjónustu við ört fjölgandi íbúa á sama tíma og sveitarfélagi vinnur eftir samþykktri aðlögunaráætlun. Íbúafjölgun í Reykjanesbæ hefur verið langt umfram fjölgun íbúa á landinu öllu. Frá árinu 2014 hefur íbúum bæjarins fjölgað 26% en fjölgun íbúa á landinu öllu 4%. Samhliða fordæmalausri íbúafjölgun í Reykjanesbæ hafa fjárframlög ríkisins til svæðisins ekki verið aukin í takt við hana með þeim afleiðingum að fjárframlög á hvern íbúa
hafa dregist verulega saman. Í áætlanagerð ríkisins virðist ekki verið tekið eðlilegt tillit til þess hversu langt yfir meðaltal fjölgunin á svæðinu og því stendur svæði langt að baki öðrum svæðum þegar kemur að fjárframlögum til opinberrar þjónustu. Á undanförnum árum hafa fjárframlög ríkisins til opinberra stofnana verið mun lægri en á öðrum landsvæðum, sérstaklega þegar horft til framlega á hvern íbúa. Þetta enn á ný staðfest í úttekt sem bæjarstjórn Reykjanesbæjar lét vinna fyrir sig á fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2018 sem lagt var fram í september. Skoðun á fjárlagafrumvarpi nýrrar ríkisstjórnar bendir ekki til þess að miklar breytingar hafi verið gerðar á fjárframlögum til þeirra mála sem tengjast Suðurnesjum. Fjölgun íbúa og minna atvinnuleysi vegna mikilla umsvifa á svæðinu skilar meiri tekjum til svæðisins en kallar líka á auknar fjárveitingar sveitarfélagsins svo hægt sé að takast á við þennan mikla uppgang og fordæmalausu fjölgun af ábyrgð. Nefna má að vöxtur í flugsamgöngum kallar á aukna þörf á landamæravörslu og löggæslu. Fjölgun íbúa og ferðamanna hefur einnig í för með sér aukið álag á heilsugæsluna á svæðinu, kallar á mikla uppbyggingu í samgöngum, fjölgun grunnskólanemenda hefur í för með sér aukið álag á skólakerfið og svo mætti áfram telja. Á sama tíma á sveitarfélagið hefur staðið frammi fyrir þessu miklu áskorunum hafa framlög ríkisins samt almennt verið lægri en til sambærilegra verkefna í öðrum landshlutum. Ljóst að hið opinbera verður að styðja við þennan uppgang ef ekki á að stefna í óefni. Á undanförnum mánuðum hafa fulltrúar sveitarstjórnanna og opinberra stofnana á Suðurnesjum leitað skýringa á þessu í stjórnarráðinu og verið tekið ágætlega. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skorar á ríkisstjórn og Alþingi að auka fjárframlög til opinberra stofnana á Suðurnesjum þannig að íbúar á svæðinu njóti sömu fjárframlega og íbúar í öðrum landshlutum. Undir þetta skrifa allir bæjarfulltrúar. Hinn bókunin svohljóðandi. Í ljósi þeirrar mikilvægu umræðu sem átt hefur sér stað í samfélaginu undanfarin missinni þar sem fjöldi kvenna hefur stigið fram og lýst reynslu sinni undir myllumerkinu MeToo vilja bæjaryfirvöld í Reykjanesbæ árétta og renna styrkari stoðum undir þá afdráttarlausu stefnu að kynbundin og kynferðisleg áreitni eða ofbeldi af nokkru tagi ekki liðin á vinnustöðum sveitarfélagsins. Í starfsmannastefnu Reykjanesbæjar segir: Traust og virðing undirstaða samskipta á milli starfsmanna og kjörinna fulltrúa sem og milli starfsmanna og íbúa. Samskipti sem með orðum, látbragði eða atferli ógna, trufla eða ögra öðrum á vinnustaðnum eru óásættanleg. Leggi starfsmaður annan samstarfsmann í einelti eða sýnir honum kynferðislega áreitni telst sá hinn sami vera að brjóta grundvallarreglur samskipta á vinnustað. Slíkt getur leitt til áminningar og brottreksturs úr starfi. Einelti, ofbeldi, kynbundin eða kynferðisleg áreitni ekki undir neinum kringumstæðum liðin á vinnustöðum Reykjanesbæjar. Við skilgreiningu á hvað einelti, kynbundin og kynferðisleg áreitni stuðst við reglugerð númer 1000 frá 2004 en þar segir í 3. og 4. grein. Kynbundin áreitni hvers kyns ósanngjörn og eða móðgandi hegðun sem tengi kyni þess sem fyrir henni verður í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé óvelkomin. Áreitning getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur talist kynbundin áreitni ef það alvarlegt. Kynferðisleg áreitni hvers kyns ósanngjörn og eða móðgandi kynferðisleg hegðun sem í óþökk eða hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé í skyn að hegðunin sé óvelkomin. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur talist kynferðisleg áreitni ef það alvarlegt. Ábyrgð Reykjanesbæjar sem vinnuveitanda nálægt 1000 einstaklinga afar rík
leggja bæjaryfirvöld því ríka áherslu á að stjórnendur í sveitarfélaginu fái þjálfun og aðstoð við að greina og koma með kerfisbundum hætti í veg fyrir kynferðislega og kynbundna áreitni í sínu nær umhverfi. Hvers kyns þöggun eða afneitun gagnvart þessu málefni verður ekki liðin og bera stjórnendur, bæjaryfirvöld og aðrir þeir sem kunna að verða varir við framkomu af þessu tagi sameiginlega ábyrgð á að uppræta hana. Og líka áður en að ég gef orðið laust að langa með að minnast á íbúafund sem að haldinn var hér í síðustu viku sem var til kynningar á fjármálum Reykjanesbæjar og mig langar til að lýsa ánægju minni með þennan fund og sjá þá sérstaklega frammistöðu sveitarstjóranna okkar sem að tóku þar allir til máls og kynntu bæði fjárhagsáætlun og fjárhagsáætlun ársins 2018 og til 2022 sem og verkefni hvers sviðs fyrir sig og það var ágætis mæting á þennan fund og góðar umræður og embættismenn eiga hróskilið fyrir uppsetningu á þessum fundi. En orðið laust fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 14. desember. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfundurar, taka undir orð forseta gott starf sviðsstjóra en mér langar aðeins að koma hérna undir fundargerðum bæjarráðs síðustu tveim fundargerðum sem hér eru teknar fyrir 1151 og 1152 og þannig aðalega vegna þess að ég var svo gladur hér að lesa fundargerðir. Það var svo mikið að gerast og mér fannst ég var reyndar allar fundargerðir sem eru hér til umræðu, það er svo mikið að gera því hvort þessi jólin sem er að fylla mér svo mikið í gleði en gaman að sjá það. Við erum að fara að byggja námsmannaíbúðir sem er fyrsta mál á dagskrá á þessum fundi sem ræðir og er það nú virkilega gott og gaman það að Keilir skuli ráðast í það. Mér langar líka aðeins að ræða 5. lið sem er framhald viðræðna sameiningu sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja og Sorpu en eins og við vitum að þá hafa verið viðræður milli félaganna hugsanlega og mögulega sameiningu. Þetta gengur nú svona hægt og rólega og ég sjálfur sér ekkert endilega mikið að segja það en eigendur hafa ekki komið mikið að þessu máli en mun auðvitað koma að þessu ef niðurstaðnir eru jákvæðar fyrir okkur. En það er spennandi að fylgjast með þessu hvernig það fer áfram. Síðan langar mig aðeins að fara á næsta fund bæjarráðs. Fyrsta málefni það er endurtekið United Silicon í Helguvík og það sem fulltrúar þeirra mættu á fund bæjarráðs og fóru yfir stöðuna í fyrirtækinu en eins og við vitum að þá er fyrirtæki í greiðslustöðvun og alls óvíst hvernig málinu lýkur en gott var að heyra í þeim hljóðið og sjá hvernig staðan væri en framtíðin virðist vera mjög óljós hjá fyrirtækinu. Áfram er haldið með uppbyggingu í Reykjanesbæ, það virðist vera endalaust að gera. Nú erum við að fara að bæta við leikskóla, stækka tímabundið húsnæði grunnskóla. Þannig að það virðist eins og allt sé á fullu hjá okkur. En mér langar nú bara að segja, ég er svo glaður eitthvað yfir þessum fundargerðum að ég verð eiginlega bara að segja halleluja. Kristi Jakobsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Það er eftir að koma upp svona eftir svona halleluja ræðu hjá formanni bæjarráðs en ég satt nú þennan fund þar sem málefni United Silicon voru kynnt og mér finnst þú ekkert vera óljós
það er ekkert óljóst í því held ég, en mér sýnist þeir ætla að fara eftir þessari skýrslu sem að norska ráðgjafafyrirtæki eða með þær tillögur og þær kosta cirka 3 milljarða. Mér sýnist það vera stefnan hjá fyrirtækinu að halda áfram og fjárfesta fyrir aðra 3 ár og þá 3 milljarða sem að þurfti til þess að gera og þarf til þess að gera verksmiðjuna að þeirri verksmiðju sem hún átti upphaflega að vera. Og ég legg traust mitt algjörlega á Umhverfisstofnun að hún standi sig í stykkinu og fylgist með og geri þær kröfur til úrbóta hjá þessu fyrirtæki sem að þörf á að hún geti verið hérna í nágrenni við bæjarfélagið. Það er sent 4. liður hérna í sömu 1150.000 fundi 14. desember. Það er að segja beiðni kaup á svið og gólfefni í Íþróttahús Reykjanesbæjar. Mér finnst það er alveg náttúrulega rétt, það er Reykjanesbæjar á húsið og á gólfið en það eru íþróttafélögin sem eru að fara með þorrablót og ýmislegt þarna inn og vantarlega bera kostnað af og tekjur af þeim mér er svolítið skrítið að það má ekkert gerast eða það er enga framkvæmdir sem má gera í íþróttahúsunum öðru sinna bæjarfélagi komið að. Það er eins og íþróttafélagin geti ekkert fjármagna sjálf. Og stundum setur hljóðana þegar maður lesa þessi bréf frá íþróttahreyfingunni alls kyns styrki og svona auka kostnað sem að mér finnst eðlilegt að þau beri sjálf. Þó að Reykjanesbær eigi að bæjarfélagið eigi íþróttahúsin þá er allur reksturinn mikið af reksturinn og sérstaklega svona þegar þörfir á þessum hlutum eins og að vernda gólfið og svið þá er það íþróttafélagin að setja það upp og annast það. Og mér finnst bara eðlilegast að íþróttafélagin standi straum af því. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Aðeins ég að nefna þessa umræðu sameiningu Kölku og Sorpu. Kannski í ljósi orða formanns bæjarráðs að við höfum nú fengið ágæta kynningu á þessu máli. Það er mikilvægt að við séum að bara stefna í eina átt. Það sé allavega þær umræður séu þá með skýrt umboð frá þeim sem að það veita og eiga að veita. Við fengum hér ágæta kynningu niður í Dúshúsum þetta mál og reyndar hér í þessu sal líka sem að gert hefur verið ráð fyrir að reksturinn fari óbreyttur inn í sameiginlegt félag meðal annars Sorphirðan og þá verði skipting eignarhlutana 90-10 og ég segi fyrir mitt leyti, ég er bara sammála því að halda áfram þessu viðræðum. Ég held að þetta sé mjög skynsamlegt fyrir okkur, gríðarlega stórt mál og verður erfitt fyrir okkur að sinna þessu einu og sér og ég held að við séum að stíga rétt skref með að fara í þessa sameiningu. Auðvitað er ekki búið að taka ákvörðunina en við erum hins vegar að samþykkja það hér og ég vona að það sé alveg á hreinu, svo skilningur allra bæjarfulltrúa hér, að við erum að samþykkja það að halda áfram viðræðum á þessum forsendum sem hér voru kynntar. Þannig er þetta kynnt í bæjarráði og það er mikilvægt bara út af þeirri umræðu sem hefur verið í samfélaginu að það sé þá verið að halda áfram með þetta mál á réttum forsendum og réttum grundvöllum. Það hafa ekki fleiri hvassi hljóð sem fundargerð bæjarráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar eru beinum að gefa merki. Þær eru samþykktar 11-0. Þá er komið að fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 12. desember.
Hún er stór að venju, en það eru nokkur atriði sem að forseti vill nefna hér sem að við þurfum að taka til sérstakrar atkvæðagreiðslu. Það er í fyrsta lagi liður númer 6 sem að varða deiliskipulag á aðalgötu 60 og 62. Liður númer 7 sem er deiliskipulag Leirdalur 7-21. Síðan er það liður númer 12. HS Orka breyting á deiliskipulagi. Það er síðan liður númer 16. Það er talsbraut 8 fyrirspurnum fjölgun íbúa sem að samþykkt er að senda í grenndarkynningu. Númer 17 er það Borgarvegur 5, breytingar á bílskúr. Það er samþykkt með fyrirvarandi grenndarkynningu. Síðan er það liður númer 18 sem að er nú ekki bókaður eins og hann ætti að vera og ég mun leggja það til að lið númer 18 verði vísað tilbaka. Þarna er fyrirsögnin að það er óskað eftir breytingu á aðalskipulagi en niðurstaðan er að heimila gerð breytingar á deiliskipulagi. Þannig það er ekki samræmi á milli óskar og ákvörðunar. Þannig að ég til eðlilegt að þessu sé vísað til ráðsins á nýjan leik. Og liður númer 21 sem er Vitabraut 1 og 1.8. Þar er verið óskað eftir breyting á deiliskipulagi og við þurfum að aðgreiða það líka sérstaklega. En orðalaust fundargerðir ósk. Þá hefst atkvæðagreiðslan. Það sem enginn hefur hvað sér ljós. Þeir sem samþykkt geta lið númer 6 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþyktur 11-0. Þeir sem samþykkt geta lið númer 7 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþyktur 11-0. Þeir sem samþykkt geta lið númer 12 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþyktur 11-0. Þeir sem samþykkt geta lið númer 16 eru beðnir að gefa merki. Hann er samþyktur 11-0. Þeir sem samþykkt geta lið númer 17 eru beðnir að gefa merki. Þeir sem samþykkja það að lið númer 18 sem vísa aftur til ráðsins eru beðnir að gefa merki. Það er samþykkt að gefa merki. Og þeir sem samþykkt geta lið númer 21 eru beðnir að gefa merki. Þeir sem samþykkt geta fundargerð á öðru leyti eru beðnir að gefa merki. Og hún er samþykkt 11. En þá er komið að fundargerð fræðsluráðs frá 24. nóvember. Alexander Ragnarsson, gerð svo. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég langaði aðeins að koma hérna upp undir liðnum fundargerð fræðsluráðs. Á þessum fundi kom Haraldur Árni Haraldsson, skólastjóri tónlistarskólans, til okkar og fór yfir starfsemi og tölur svona frá tónlistarskólanum. Og þar er náttúrulega mjög gott starf unnið, en mér langaði aðeins að koma hérna inn á kannski 2 mál. Það er að Haraldur lýsti yfir áhuga á að stofna Suzuki-deild við tónlistarskólan og hérna lýst okkur bara mjög vel á það að það geti orðið aftur. Einnig langar mér að nefna í raun Bjöllukór skólans. Hann kom fram á tónleikum með Sigurrós í Toronto í Kanada í sumar og vakti gríðarlega athygli. Og einnig mun yngri Bjöllukórinn spila með Sinfóníuhljómsveit Íslands á tónleikaröð í Hörpu fyrir jól. Langaði nú svona bara aðeins að nefna þetta. Og svo kom Einar Trausti Einarsson, yfirsálfræðingur skólaþjónustuna, kynnti verkefni skólaþjónustunnar. Og þar kom fram að börnum á biðlista eftir aðkomu skólaþjónustunnar hefur fækkað. Og einnig kynnti Einar skýrslu sálfræðiþjónustu
við Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem er held ég mjög gott verkefni og verður vonandi áfram að skólaþjónustan sinnir í raun sálfræði þjónustu í Fjölbrautaskólanum. Svo hér liður niðurstöður samræmda könnunarprófa og kannski svolítið snubbóttur, það kemur bara árangur grunnskóla í Reykjanesbæ góður, en það eru nú ástæður fyrir því að sem að niðurstöður sem höfðu verið birtar, þeim bar ekki alveg saman í skjölum frá Menntamálastofnun við tölur sem birtust á skólagáttinni. Þannig að við fáum yfirfarnar tölur á næsta fundi. Þannig að þá fáum við svona meiri upplýsingar árangurinn. Annað ætlaði ég nú svona ekki að koma að. Takk fyrir. Baldur Guðmundsson. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla að koma aðeins inn á þessa helstu liði. eins og Alexander, það getur ekki annað, bara ánægð með að árangur sé góður. Þá bara man maður hvernig einkunnabókin var þegar ég var í tónlistarskólanum. Góður var 8, mjög góður var 9, en maður fekk 10 að var það ágætur árangur. Stundu fekk maður vel viðunandi, það var 7. Og viðunandi 6. Og viðunandi 6. Þá veitum við beint yfir í tónlistarskólan. Hérna náttúrulega kemur væntanlega úrdráttur úr yfirgripsmiklum og ítarlegum pistli Haraldar skólastarfi sem er mjög gott. Og ég myndi vilja minnast á það að formleg tónlistarkennsla í þessu sveitarfélagi hófst 1957. Þannig að þó að þessi skóli eigi ekki 60 ára afmæli, þá er 60 ára afmæli tónlistarkennslu í sveitarfélaginu þegar Guðmundur Nordal hafði forgöngu því að stofna tónlistarskóla Keflavíkur. Þessar upplýsingar fékk ég hjá Eiríki Hermannssyni sem var að vinna skemmtilegt verkefni upphaf tónlistar hérna á Suðurnesjum og nefnir Guðmund Nordal sem mikinn frumkvöðul. Og þar á undan var aðal stuðkallinn á böllunum Baldur Júlíusson, okkur afi minn. Það sem að ég hjó eftir er að við erum með hennar frábæra tónlistarskóla og Haraldur kemur inn á það að það sé ekki beint verið að kynna skólan. En samt eru nokkuð sæti laus. Mér finnst alveg full ástæða, þó að séu biðlistar og þó að sé nokkuð vel setin og allt það, þá má alveg fara fram kynning, alveg svo íþróttafélagi bara gera inn í skólunum, að krakkarnir fái formlega kynningu á því, hvað er verið að gera í tónlistarskólanum og hvað möguleikar eru fyrir hendi. Þannig að ég vildi bara koma því á framfæri að mér finnst alveg full ástæða til að kynna tónlistarskólan þó hann sé að gera alveg frábæra hluti eins og til dæmis að hita upp fyrir Sigurrós, Björnleikór tónlistarskólan sem að mun hita upp fyrir Sigurrós núna er á leiðinni að vísu norður og niður en það er yfirskrift tónleikana sem að verða núna áramótin. Mjög spennandi og bara skemmtilegt verkefni. Þannig að þessi skóli er mjög frjór og við megum alveg hampa honum miklu meira heldur en bara svona treysta á að þetta spyrji svona létt og lauslega út. Amen. Kristinn Jakobsson. Virðulegi forseti, það sem að
Ég skautaði, ég svona skimaði yfir skýrslu sálfræðings Reykjanesbæjar um sálfræðiþjónustu í FS. Ég lenti í umræðuhóp daginn bara í vinnunni að sem að það var fullyrt að ein ástæða þess að brotthvarf úr framhaldsskólum sé stytting námstímans í framhaldsskóla úr 4 í 3. Þetta aukur pressuna á krakkana, aukur vanlíðan og kvíði eykst, sem eru þessi 2 eða 3 aðalþættir og ástæður þess að ungt fólk hættir í skóla. Mér sakna, ég er ekki búinn að alveg ítarlesa greinina, ég sá þetta ekki í þessari skýrslu og kannski svona auglýsa eftir því að hvort að það sé einhver rannsókn þar í gangi ef það er fjölgun og hver eru orsakir fjölgunar brotthvarfs eða brotthvarfs nemenda úr fjölbrautaskólum eða framhaldsskólum. Unni Birna Guðmundsdóttir. Kæri forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég ræddi við skólameistara Fjölbrautaskólans nýlega og stærsta ástæðan fyrir fækkun nemenda ígilda er þessi stytting námsins úr 4 ár í 3, en enga síður er brottfall nemenda mjög mikið og mér minnir örugglega að hann hafi sagt að það séu 60 nemendur hættir á þessaran sem er gríðarlega dýrt fyrir skólan og FS, Fjölbrautaskóli Suðurnesja, sótti formulega styrk til menntamálaráðuneytisins og fékk hann og er að nýta hann í sálfræðiþjónustuna sem þeir eru með við Reykjanesbæ, sem margir nemendur nýta sér. En staðreyndin er hins vegar sú að Fjölbrautaskólinn er sprunginn að stærð og hann er með 1000 nemendur í sal sem að rúma 350 manns. Það er þröngt þarna, fólki líður greinilega illa í þröngum skóla og þetta er eitt af áherslunum sem að mér finnst að við þurfum að taka sem bæjarfulltrúar að ympra á að ríkið styðji okkur frekar og stofnanirnar okkar sem að við þurfum að fylgja fast eftir. Takk. Það hafa ekki fleiri hvassi ljós fundargerð fræðsluráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina bernum ekki merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá er komið að fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 5. desember, orðalaust. Það er engin sikvað þessi ljóðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina bernum ekki merki. Fundargerðin er samþykkt 11.0. Þá er komið að fundargerð velferðarráðs frá 7. desember, orðalaust. Baldur Guðmundsson gerir svo. Forseti og bæjarfulltrúar og gestir, finna þetta hérna. Það fyrsta málið, drög að stefnu í málefnum eldri borgara. Það vildi svo til að þessi drög voru tekin fyrir, eða lögð fram, réttara sagt, í bæjarráði og það svona, kannski var ekki kveðið nógu fast að því að það væri verið að kalla eftir viðbrögðum frá okkur, að við ættum að skila eða vinna eitthvað í þessu. Ég hef búin að ræða þetta á fundinu, heldur bara kemur fram að þetta var lagt fram og bara fyrir mína parta þá bara las ég þetta yfir og sá þarna eitt og annað sem ég myndi vilja laga. Við tókum ekki miklar umræður í bæjarráði þessi drög, en þó voru nokkur mál sem var drepið á og Friðjón Einarsson tók að sér að koma þessu áleiðis, þessu umræðum sem urðu á fundunum.
Nú erum við komin á þann tíma að það er stutt í kosningar og þá fara menn að hafa áhyggjur af eignarhaldi á hugmyndum og verkefnum. Og hérna stendur sko að Hera hafi farið yfir ábendingar Friðjóns Einarssonar formanns og Kristins Þórs Jakobssonar. Kristinn held ég hafi verið búin að skila inn einhverjum skriflegum ábendingum. Ég var ekki svo forsjálf en var með samt ákveðnar hugmyndir sem að ég ætla þá bara aðeins að minnast á. Við veit ekki hvort að Friðjón Einarsson formaður hafi komið ábendingum annara á fundunum áleiðis. En þetta snýr að hjúkrunarrýmunum sem við erum margoft að ræða. Og ég saknaði þess að í þessum drögum þá var ekki kveðið nógu fast að því að fjölga þessum hjúkrunarrýmum. Heldur að var rætt aðra lausnir sem eru náttúrulega við þurfum að hafa. Það er öflug heimahjúkrun, það þarf að spýta þar verulega í og leggja mikla áherslu á það. En þrýstingnum fyrir auknum fjölda hjúkrunarrýma verðum við að halda uppi. Það má bara ekki detta niður. Þetta bara vantaði einhvern veginn. Við eigum að halda því fram að við viljum fá annað hjúkrunarheimili á Nesvelli. Það er öll sveitarfélögin á bak við þetta núna. Það þýðir ekkert fyrir ráðuneytið að segja þið verið að koma ykkur saman um eitthvað. Það eru öll sveitarfélögin með á þessu. Samþykkt því að byggja upp annað hjúkrunarheimili á Nesvelli. Í svipað því sem það er núna. Þessu eigum að halda á lofti en á meðan skulum við laga heimahjúkrun. Bæta þar verulega í. Annað sem að tengist þessu er síðan dagdvöl aldraðra og þar kemur fram að við fengið synjun velferðarráðuneytis fyrir auknu framlagi úr framkvæmdastjóði aldraðra til að fjölga rýmum í dagdvölum aldraðra í Reykjanesbæ. Nú vantar okkur kannski bara upplýsingar um það hvernig þetta er fjármagnað og rekið og hvort að við séum að banka á réttar dyr, hvort að framkvæmdasjóður aldraðra eru einu dyrnar sem við eigum að knýja á í þessu máli eða hvort að við þurfum að berja á fleiri dyr til að fá þetta í gegn. Það er alveg ljóst að öldruðum fer fjölgandi hérna á svæðinu. Þessi stefnumótun er nauðsynleg og við þurfum að fylgja þess eftir með öllum hætti vegna þess að stór hluti af þessum verkefnum er ekki beint á okkar fjárkönnu. En við þurfum að fá einhverja dropa úr stóra könnunni til að halda þessu við. Þannig að Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi hefur komið sínum ábendingum allavega hingað inn. Kristinn Jakobsson. Forseti, já, ég sendi inn nokkra punkta í samræmi við umræðurnar í bæjarráði út af þessum drögum. Ég gagnrýndi það helst á fundinum og gagnrýndi það í þessum punktum að stefnumótun ná að vera framsýn. Hún á raun að vera varpa okkur 20, 30, 40, 50 ár fram í tíman og við erum að skrifa okkur tilbaka. Hver er ídeal staðan eftir 20, 30, 40, 50 ár og hvernig komumst við þangað? Þetta vantar algjörlega í þessi drög. Það er bara null. Það er bara svona skautað yfir svona helstu punkta eins og staðan er í dag og ekkert pælt í hvernig við viljum að framtíðin þróist. Það er ekki einu orði, ég er sammála bæjarfulltrúa Baldri, að það er ekki einu orði eitt í skýrslunni á uppbyggingu hjúkrunarheimilis og hvernig hún breytist, þörfin á henni breytist í takt við tímann. Við hækkun aldurs íbúa og svo framvegis. Það er ekki einu orði eitt á nýtækni í stefnumótuninni. Það er að segja að tækni fleygir fram. Við erum með allskyns tækni sem að geta aðstoða okkur í að vakta heilsufar í
sem að bara Apple Watch eða fullt, ég nú með eitt svona sem að getur hort á og talið skref og það líka mælir hjartslátt og væntanlega súrefnismettun og allt saman. Þannig að það er fullt, það er ekki orði eitt á þetta. Og hvernig viljum við að heimaþjónustan þróist? 0, ekki orðið það. Og síðan er stórmerkilegt verkefni það sem er verið að vinna þessa dagana, það er Janusarverkefni, heilsuefling aldraðra. Þetta kemur til með að ég skilst að þetta sé gríðarleg ánægja með þetta verkefni og það hefur skilað árangri og svo sér maður fullt af gamlu fólki verið í líkamsrækt og verið bara fit og í bodybuilding og það, ég meina, er það eitthvað sem við varum að pæla í? Þetta kemur til með að breyta þörf á hjúkrunarrýmum og bara þjónustu við aldraða. Að vera nýraður maraþonhlaupari, það hlýtur að vera alveg geggjað. Ég hef ekki hlaupið maraþon 60, þannig að ég ger ekki ráð fyrir að gera það nýraður. En það þarf að vinna þessa stefnumótun miklu betur. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég var svo rosalega hress hérna áðan. Halleluja og allt það. Nú er ég ekki eins hress. Stefnumótunin hefur farið fram og drög kynnt í bæjarráði, fyrstu drög sem hér eru til umræðu og þá rjúka mér hérna upp og gagnrýna stefnumótun á hvað vantar inn í hana. Mér finnst það ekki við hæfi að gagnrýna þessa stefnumótun sem starfsmenn er að leggja fram, heldur á þessi gagnrýni að koma fram til þeirra sem er að vinna hana, að það getur engin svara fyrir sig hérna. Engin. Og mér finnst þetta mjög ómaklegt að taka upp ræðu hérna og segja hvað vant inn í þetta og hvað þetta er svo illa gert og lélegt. Mér finnst það bara afskaplega dapurt að gera það. Það getur engin svara fyrir þetta. En til að fyrirbyggja misskilning, þá hefur bókunin á þessu fundi, það sem mér er sérstaklega að þakka fyrir að senda athugasemdir, þá ætla ég að lesa fyrir ykkur póstið sem ég sendi. Með leyfi forseta. Í bæjarráði síðustu viku var fjallað innan gæðslappa drög að stefnu í málefnum eldri borgara í Reykjanesbæ. Og var allir ánægðir með drögin en óskaði eftir því að nánar yrði unnið með eftirfarandi. Fyrsta lagi, samþættingu heimaþjónustu og heimahjúkrun. 2. Yfirlestur, samræma og breyta orðalagi, fella á texta, svo ég skauta aðeins yfir. 3. Aukningu á hjúkrunarrýmum og breytingum á hléfangi, þar að segja flutningu hjúkrunarrýma frá hléfangi yfir til Nesvalla á stækkun þess. 4. Tækni. Taka í nýjustu tækni til að mynda úr mælingar og fleira. 5. Aðgengi og umhverfum ætti skoða betur. Við vildum koma þessu á framfæri fyrir bæjarráð, gera sér ráð fyrir að stefnan verði í lokin send bæjarráð til samþykktar. Það var semst ekki persónulegar athugasemdir mínar heldur það sem við tölum á fundi bæjarráðs. En mér finnst eðlilegra ágætu bæjarfulltrúar að þegar við fjöllum stefnumótun sem starfsmenn að leggja til okkur að við höfum ekki að fara á ræðustól þar sem enginn getur svara fyrir, við höfum að beina okkar athugasemdum til þeirra sem eru að vinna stefnuna, að því á endunum eru við ábyrgir. Afsakið. Kristín Jakobsson. Virðulegur forseti, ég hef nú heyrt hér talað halleluja og amen og alls konar dæmi, en mér finnst ræða Friðjóns Einarssonar formanns bæjarráðs bara hallarísleg. Ef hann tekur þetta sem gagnrýni þá má hann það, þessi punktar sem ég var að lesa hér upp á hann, þetta eru punktarnir sem ég sendi ráðinu eða sendi bæjarstjóra sem að hann áframsendi svo til ráðsins. Ef Friðjón telur þetta sé gagnrýni þá má hann gera það. En þetta er ekki gagnrýni, þetta er bara ósk það. Ég hef því miður enga aðkomu að velferðarráðinu, þannig að þetta er mín leið til þess að koma þessum punktum að og ég geri það hér og ég geri það ef þetta fer illa í
huga Friðjóns Einarssonar, þá er mér bara alveg sama. En þetta er ekki gagnrýni á eitt eða neitt, þetta eru bara punktar og ég tel þetta að vera góðir punktar og hún þakkaði mig fyrir, hún sviðsstjóri velferðarráðs. Þannig að ég vísa þessari gagnrýni Friðjóns bara til föðurhúsina. Þetta er hallærislegt. Kjartan Már, bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins út af þessu máli, þá held ég að það sé rétt að skýra aðeins svona hvernig svona hlutir eru unnir hér. Starfsmenn sveitarfélagsins, á hvaða sviði svo sem þeir eru, þeir undirbúa stefnumótun. Auðvitað það kjörinna fulltrúa og stjórnmálamanna sem eru á ensku policy makers að klára síðan þá stefnumótun og bæta við og ljúka henni og vinna hana til fullnustu. En starfsmenn sveitarfélagsins eru ekki að vinna stefnumótunina sem slíka. Þeir eru að taka saman upplýsingar og gögn, svona eins og þeir geta helst, taka það saman í eitt skjal, leggja það fyrir fund velferðarráðs í september til kynningar. Það sem kannski hefði mátt betur gera þar er að bóka eitthvað það að nú sé málið í höndum kjörinna fulltrúa og nefndarmanna. Það var ekki gert, en menn hefðu mátt átta sig á því og vita það að þarna var boltinn kominn til þeirra til frekari úrvinnslu. Þannig lítum við á að þetta skuli gert. Og þess vegna þegar í ljós kom að velferðarráð var að fara að taka þessa stefnumótun fyrir aftur til annarar umræðu hjá sér núna í desembermánuði, og það hefði engin ábendingi sem komið frá kjörnum fulltrúum, að var ákveðið að setja plaggið og máli sérstaklega í bæjarráð og kalla eftir þessum ábendingum. Þannig að ég held bara að þetta sé að einhverju leyti misskilningur og einhverju leyti vöntun á skýrari kannski upplýsingum þegar plaggið var lagt fyrir í september, en vil bara ítreka þennan skilning okkar sem störfum í þessu kerfi að stjórnmálamennir eru policy makers, eins og það heitir á ensku. Og boltinn ykkar að taka plaggið, bæta, vinna með það, hittast, funda, gera eitthvað, ekki endilega senda bara punta á mig eða Heru, heldur taka máli og vinna með það. Hvernig það er gert svo bara algjörlega í höndum kjörinna fulltrúa og setja það kjöt á beinin sem að þið teljið að vanti og taka það kjöt af beinunum sem þið viljið ekki hafa þarna. Því að stefnan verður á endanum ykkar. Þannig lítum við á það. Ef þið hafið aðra skoðun eða teljið að ferlið að vera með öðrum hætti, þá er ágætt að fá það frá. Aðeins út af fjölþættri heilsueflingu 65 ára og eldri sem við erum og bæjarfulltrúi Kristinn kom hér inn áðan, þá var haldin uppskeruhátíð þar á þriðjudaginn fyrir viku síðan, þriðjudagskvöldi, þar sem að Janus og Yngvi og þeir sem að forstjóri heilbrigðisstofnunar og ég fór fyrir hönd Reykjanesbæjar og fleiri sem að höfum svona fylgst með þessu mjög svo vel lukkaða verkefni, áttu þess kost á að horfa niðurstöður og það verður nú að segjast eins og þær voru bara frábærar. Þetta er mjög vísindalega gert hjá þeim, Janusi og hans aðstofafólki. Það eru tekin sýni af starfsmönnum heilbrigðisstofnunar, blóðprufur og annað og hann setur þetta allt fram með mjög svona skipulegum og flottum hætti og árangurinn er greinilegur af þessari vinnu, greinilegur. Það hefur orðið eitthvað brottfall, það er pínu lítið samt miðað við hvað reiknaði með og á þess að ég ætla að nefna nokkur nöfn, þá er elsti þáttakandi þetta 94 ára gamall og Kristinn talaði að fara í maraþon 90 ára. Ég veit ekki hvort að þessi tiltekni einstaklingur sé búinn að hlaupa maraþon, en ég get alveg trú á honum til þess með hvernig hann aktar. Og þetta er alveg frábært og það sem hefur líka gerst þarna er að andleg veljan og heilsa þessa fólks hefur vaxið og þau eru svo ánægð með þetta og þau eru svo stolt af þessu og þau eru sjá niðurstöðurnar svona svartar og hvítu frá Janusi sem er doktor í þessum fræðum. Þannig að hann er engin fúskari, maður síður sé, hann er alveg frábær í þessu. Að þetta bara sýnir okkur að það er vel hægt að vinna þó að með séu öllu fullorðnir og konur, vinna í heilsunni og þessu málum. Síðan að lokum bara út af heimaþjónustu, það var talað hana, að þyrfti að bæta hana að það er hafið formlegt samtal og vinna á milli velferðarsviðs
Reykjanesbæjar annars vegar og Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja hins vegar samstarf og mögulega samþættingu heimaþjónustunnar og heimahjúkrunar. Það er að segja félagslega hlutans hérna hjá okkur og heimahjúkrunar. Hvert þetta samtal leiðir okkur get ég ekki sagt núna, en þetta samtal er hafið. Það tók svolítið tíma að koma því á, en ég held að annar fundur hafi farið fram í dag eða átt að fara fram í dag, að gerast annað í dag á morgun. Þannig að samtalið er hafið og við sjáum hvað kemur út í því. Valdur Guðmundsson. Já, einnig fórsti, góðu bæjarfulltrúar og aðrir. Ég ætla ekki að spilla jólagleðinni, sko. Þarna stendur bara í fundagerðinni ábendingar frá Friðjani Einarssyni. Þannig að ég var nú bara að minnast á það að ég var með einhver ábendingar, hvort það hefur komist áfram. Ég gat ekki lesa út af þessu, ég hafði ekki aðgang að þessum tölvupósti Friðjóns og var ekki búinn að biðja FBI að nálgast neinn gögn þaðan. Þannig að þetta er bara eitthvað sem ég vissi ekki og ég vildi bara koma þessu á framfæri. Mína hugleiðingar og þakka Kjartan Má fyrir að útskýra fyrir Friðjóni hvernig stefnumótunarvinna virkar. Það er ekki verið að gagnrýna. Ég datt ekki í hug að vera eitthvað að setja út á þessa vinnu. Ég er bara að fagna þessari vinnu. Ég vildi bara koma með mitt input inn í þessa vinnu. Hugmyndin var einmitt að þetta er tekið til umræðu í bæjarráði eins og Kjartan Már var að lýsa, en það bara var ekki gert. Þannig að maður var að henda inn einhverjum mólum, var bara að vonast til að þeir hefðu komist áfram og ég var bara að tryggja að þeir myndu komast áfram. Ef þetta þarf að vera með formleira hætti þá get ég auðvitað gert það eða getum unnið saman í hópum eða hvernig, bara að við höldum þessu áfram og höldum gleðinni og höldum heilu og gleðileg jól með öllum, líka öldruðum. Já, ég ætla aðeins að fá að taka til máls undir þessum lið fundagerð velferðarráðs. Þarna er ýmislegt á ferðinni sem að vekur athygli, meðal annars þessi höfnun sem við erum að fá þegar við erum að sækja aukna fjármuni til dagdvalarinnar og við erum greinilega búin að upplifa þessa höfnun í 9 ár. Og væntanlega hefðum við átt að vita á hvaða dyr við ættum að banka á þessum tíma, en greinilegt að það er ekki sérstakur vilji til þess að láta okkur hafa fjármuni í þetta. Á sama tíma og menn eru að neita okkur hjúkrunarrými og telja að við eigum að leita annarra leiða til þess að þjónusta eldri borgara, þá skýtur þetta skökku við að það sé sýnt og heilagt verið að hafna auknum fjármunum í aðrar leiðir sem að geta þá hjálpa til með að þjónusta eldri íbúa okkar svæðis, meðal annars með slíkri dagdvöl sem hjálpar verulega upp á. Varðandi þessa fjölþættu heilsueflingu þá er þetta verkefni sýnist mér komið til með að vera. Við sem að vorum viðstödd úthlutun uppbyggingarsjóðs Suðurnesja fengum að heyra það að þetta verkefni fékk styrk upp á 5 milljónir króna á næsta ári. Þannig að ég sé ekkert annað en að því verður bara haldið áfram og lýsi ánægju minni með það. Það er allan að koma grunnur að fjármögnun á verkefninu á næsta ári. Nú, ég er líka ánægður með að sjá tölur fjárhagsaðstoð vera að fara niður og fjöldi umsækjenda er færri núna heldur en í október, 75. Á meðan fjöldinn var 92 í fyrra og upphæðin er að fara úr 11,2 í 8,8. Þannig að þetta er greinilega á réttri leið og fólk er farið að geta að afla sér framfærslu með öðrum hætti sem er bara mjög ánægjulegt. Aðeins að blanda mér í þessa umræðu þessa stefnumótun sem að mér finnst nú ekkert vera neitt rosalegt mál í sjálfu sér. Þetta er skjal í vinnslu sem að hófst nú með því að það var boðað til íbúafundarinn á Nesvöllum.
þar sem að okkur var öllum boðið. Og ég veit, man nú ekki hversu margir mættu þar, en ég veit mætti allavega og satt þar með, heitir hún ekki Ingrid Kuhlmann sem stjórnaði þessu og þetta gekk bara fjarska vel og komu ýmsir, við vorum að fjalla þar ýmis viðfangsefni og hópurinn var bara glaður og ánægður og gaman að taka þátt í þessu og það sem að kom fram í þessari skýrslu eða þessum drögum að skýrslu var svona samantekt starfsmannina á því sem að fór fram á þessum fundi þarna inn á Naustvöllum. Þetta síðan bara plagg sem við höldum áfram að vinna með og það bara eðlilegt og rétt að við komum okkar ábendingum á framfæri ef við teljum að eitthvað þurfa að bæta á laga án þess að við séum eitthvað í einhverjum hanaslag út af því. Mér finnst þetta bara vera svona ferli sem við höfum að halda áfram í og sem að hófst með miklu samráði. Það var ekki bara við pólitíkusarnir heldur allir þeir íbúar sem að vildu koma á þennan íbúafund sem að höfðu eitthvað til málanna að leggja og gátu sett í búkið. Þannig að það bara ánægjulegt að við séum að sjá og munum þá sjá á nýju ári húsnæðisstefnu í málunum eldri íbúa okkar svæðis. Guðný Birna, gerðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég rak augun í stefnunni, þá tekið fram svolítið ef ég má með leyfi forseta lesa aðeins úr henni. Í nýlegri skýrslu starfshóps stefnumótun í heilbrigðisþjónustu, ég vil byrja á því að fagna því að það sé komin einhver stefnumótun í heilbrigðisþjónustu, kemur fram að 85% þeirra sem eru 80 ára og eldri geta búið í sjálfstæðri búsetu og að langlega í sjúkrarýmum sé hverfandi. Stefna ríkisins að lágmarka stofnanavistun og auka fjölbreytni við þjónustu þeirra í takt við færni þeirra og heilsu. Þannig að mér þótti mjög furðulegt að sjá þessa neitun. Það sem kemur, ef ég má með leyfi forseta aftur lesa frá velferðarráðuneytinu, að fenginni tillögu stjórnar framkvæmdasjóðs aldraðra hefur heilbrigðisráðherra ákveðið veit ekki framlag til framkvæmdarinnar, beiðni aukna. Það er engin útskýring, það er engin rökstuðningur. Stefna ríkisins að fólk sé lengur heima, sé heilsuraust heima á sér og væntanlega það hægt með aukin heimaþjónustu og auknu dagdvalarrými sem neitað án ástæðu. Þannig að við þurfum að fara svolítið grundigt í þessa stefnu og kanna hana til hlítar og fá einhverja rökstuðning okkur hefur verið neitað í 9 ár. Þetta er náttúrulega bara þvæla. Hvað var Jósólker? Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég myndi nú óska eftir því bara að þetta mál kæmi aðeins inn í bæjarráð, við færum aðeins yfir þessi málefni varðandi dagdvölina og dvalarrými almennt. Minni nú á það að við sjálf óskuðum eftir að breyta dvalarrýmum í hjúkrunarrými á sínum tíma sem var þá breyting á Hlévangi. Það er auðvitað ekki beint það sem tengist dagdvölinni en gæti þó að einhverju leyti verið inn í sömu sjóðina, þannig að mér finnst ágætt að við færum aðeins yfir þetta. Málum myndi bara óska eftir því að við tækjum þetta inn í bæjarráð, fengið þá upplýsingar það, með hvaða hætti þessar umsóknir hafa verið sendar inn, hvaða þáttöku við þurfum að setja inn í það ef að dvalarrýmum fjölgar eða við stækkun dagdvölina, fjölgun rýmum þar. Hvaða þáttöku sveitarfélagi þarf að bera og svo framvegis. Takk fyrir þetta Böðvar, ég held að bæjarstjóri taki þetta þá með sér og þetta verði þá tekið á dagskrá í framhaldinu. Það hafa ekki fleiri hvassir ljós fundargerð velferðarráðs. Þeir sem samþykkja fundargerðina berum að gefa merki. Hún samþykkt 11.0. Þá það 6. liður sem fundargerð barnaverndarnefndar og hún hér lögð fram. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið.
Svo er ekki. Þá er komið að síðasta lið sem er fundargerð menningarráðs frá 14. desember, orðið laust. Baldur Guðmundsson. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og góðir gestir. Fá mál á dagskrá en samt stór mál og aftur komum við að þessari stefnumótun. Og söfnin ætla að rýna allir framtíðar, skoða hvað hægt er að gera. Þetta er margir spennandi hlutir að gerast til dæmis í bókasafninu okkar. Þetta er ekki lengur bara safn bóka, heldur fer þarna fram alls konar starfsemi, upplestur, prjónaskapur, leikstundir með börnunum og fleira. Og þau eru að horfa til frekari svona verkefna sem hvað er bókasafn. Og það er einmitt ekki bara verið að horfa framan í hvort annað í ráðinu eða starfsmennirnir heldur vilja að fá alla íbúa með í þetta. Þetta á að vera opið á hver sem er að geta tjá sig þetta og komið með hugmyndir. Og þá ætla ég að fjalla aðeins þetta fyrsta mál, verndarsvæði byggð, sem er alveg gríðarlega skemmtilegt verkefni og einmitt aftur vera að kalla eftir því að íbúar komi og kíki á svæðið. Þetta er núna svona, þó þetta sé gamalt svæði, hugsanlega einhverja fornminjar þarna, þá er þetta svæði sem við getum byggt upp til framtíðar. Keflavíkurtúnið, Dúshúsunum og HF-reiturinn kringum Fischershús. Að horfa á þetta svæði í heild sinni, hvernig getum við byggt þetta upp sem svona okkar samveru svæði. Þarna eru nýri Dúshúsum, eru teikningar af þessu, sagan á bakvið þetta og auglýst sérstaklega eftir því að menn gagnrýni, setji út á, komið með tillögur, ábendingar og annað og ég leita aðeins yfir þær ábendingar sem komið hafa og ef maður ætla að fara eftir öllu saman þá náttúrulega er þetta algjört kaos. Þannig að stundum þarf maður að vinna úr gögnunum og taka síðan stefnuna. En ég hvet sem sagt alla sem að hafa sérstaklega áhuga á þessu, nú er tækifæri til að leggja sitt af mörkum, koma með sínar hugmyndir, því að þetta er fyrir okkur, þá er ekki bara að hugsa þetta sem eitthvað túrisma, heldur þetta sé líka fyrir okkur. Þetta sé skemmtilegt fyrir okkur bæjarbúana að fara niður í bæ og upplifa einhverja menningu. Hvort það er kaffihúsamenning, veitingahúsamenning, söfn, sýningar, útilistaverk eða hvað það er. Þegar við höfum gaman að þessu og njótum svæðisins, þá koma túristandi líka. Þeir hafa alveg jafn gaman að þessu og við. Þannig að þetta er skemmtilegt verkefni sem að hvetja alla til að kynna sér og taka þátt í. Gleðileg jól. Það hafi ekki fleiri kvatt sér hljóð sem fundargerð menningarráðs. Þeir sem samþykkja fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0. En þá er dagskráin tæmd og við gerum hlé á fundinum á meðan að gengið frá fundargerð.
534. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 19. desember 2017 kl. 17. Viðstaddir Árni Sigfússon, Baldur Þór Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Alexander Ragnarsson, Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Davíð Páll Viðarsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forsæti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta máli fundargerð bæjarráðs frá 7. og 14. desember 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar. Til máls tók Guðbrandur Einarsson og lagði fram 2 bókanir allra bæjarstjórnarinnar. Fyrsta bókunin, með leyfi virðulegs forseta, þá mun ég ekki lesa bókanirnar þær en þær bárust okkur rafrænt. En til máls undir fyrsta lið þá tóku Friðjón Einarsson, Kristinn Þór Jakobsson og Böðvar Jónsson til máls og fundargerðirnar voru samþykktar 11-0. Og annað mál fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 12. desember 2017 og forseti gaf orðið laust fundargerðina. Leyfi virðulegs forseta, þarf ég að lesa upp allar hérna samþykktirnar. Það voru nokkrir liðir hérna samþykktir sérstaklega. En allavega 18. liður fundargerðarinnar það var samþykkt að vísa aftur til ráðsins. En fundargerðin var samþykkt á öðru leyti 11-0 án umræðu. Og þriðja máli fundargerð fræðsluráðs á 24. nóvember. Forseti gaf orðið laust fundargerðina og til máls tóku Alexander Ragnarsson, Baldur Guðmundsson, Kristinn Þór Jakobsson og Guðni Birna Guðmundsdóttir og fundargerðin var samþykkt 11-0. Fjórða máli fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 5. desember. Forseti gaf orðið laust fundargerðina og fundargerðin var samþykkt án umræðu 11-0. Fimmta máli fundargerð velferðarráðs frá 7. desember 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Baldur Guðmundsson, Kristinn Þór Jakobsson, Friðjón Einarsson, Kjartan Már Kjartansson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir og Böðvar Jónsson. Fundargerðin var samþykkt 11-0. Sjötta mál fundargerð barnaverndarnefndar frá 11. desember. Forseti gaf orðið laust fundargerðina og fundargerðin var lögð fram án umræðu. Sjöunda mál fundargerð menningarráðs frá 14. desember. Forseti gaf orðið laust fundargerðina og til máls tóku Baldur Guðmundsson og fundargerðin var samþykkt 11-0. Þeir sem samþykkja fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Hún samþykkt með 11 atkvæðum. Fundargerðin verður því undirrituð, en af því að þetta nú síðasti fundurinn á árinu þá vill forseti óska bæjarfulltrúum gleðilegra jóla. Þakka ykkur fyrir samstarfið á þessu ári og vona að við komum fersk og hress á nýju ári til nýrra verkefna. En 534. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slitið. Sendur hann þetta í fjölmiðlum núna? Ég bara veit ekki.